engar flækjur. Annars er nokkuð sömu leið. Eins og þótt. Þetta er eitthvað verslan með kæði. Vad var det där? Säppanefisk. Han var där legla. Þess vegna varst það verslar. Það var ekkert að segja mér frá því að það ætlaði að fá því glas. Það var ekkert að segja mér frá því að það ætlaði að fá því glas. Það ætlaði að segja því leila vittlist. Teldu vagnarna. Ákveðan svona sem ég vil sjá. Ég er þá að sjá hann, þannig að bara vá, svo eru fjöllur. Tonna heildarþungi. Það merkir það að
örugglega brún hérna. Eða þá eitthvað bratt. Þannig að annarkvort alveg geggjaður vegur hérna yfir þetta eða göng. Sérðu þetta bara, við erum bara að keyra inn í botn á einhverju helvíti. Þessi hestar, við erum verið að mynda hestar. Við erum illa að öðru við svolítið. Þetta trégin, þessi trén eru jafnvel klettur. Það vonar sig ekki göng. Missir svolítið sjarman af þessu ef það er göng. Eða foss. Eða frekar flóri, síðan kannski þetta foss. Það liggur kannski bara vegurinn í talbotnum sem það liggur á milli. Visst är det bra?
þægilega þegar það sprint sig í gegn. Ég þarf að athuga hvort það sé eitthvað aðtöku. Ja. Það þarf að taka matur og koma. Það er náttúrulega bensinstöðar. Nei, ekki bensinstöð. Og svo er það skriða eftir fjóð. Þegar þú sér eitthvað aðteglisvert sem þú skalt skoða betur og séu stoppa. Veistu hvernig það heldur að segja heima hér? Já, takk. Ég held að það sé örugglega aldrei vont veður hérna. Af því að það er svo ofboðslega mikið skjólshald hérna. Að það næri aldrei að gera eitthvað brjálað við þau. Bílastæði hérna eftir 300 metrum. Hvað? Hann er að veiða. Þetta sé fiskur. Þetta er svo mikið þröngt. Ég ætla að stoppa ef ég finn einhvern stað til að stoppa. Emily? Okay. Er þetta ekki bara svona nóma eins og það? Fólk sem er búin að allir að Það er örugglega ekki mikið að vinna að hafa þetta. Fólk sem fyrir einu Kúna á þrjú. Jú, þetta er magnað að sjá klettana hérna. Vá, þetta er ótrúlega.
veiði í þessu. Það var að stoppa í það. Þetta er þessi aðaláhugamál eftir kantmanna hér í þessu hverfi að veiða í þessum drullubáti. Ég hef nú ekki verið merkileg fisk að setja í þessu. Það er eitthvað sem við þurfum að gera einhvern veginn. Keyra Alpan. Það er alltaf náttúrulega að keyra Alpan. Keyra bara. Vá. Hvað er það? Þú veist að það er húsan uppi, hvað er það? Það er kynnt það. Venjulegur Jón Jónsson sem var svona hátíð. Nei, mér finnst það að vera það flott að þetta væri nú glumt í þessu. Eru fjöllin í Noregi svona hvít eins og ég? Það eru bara fulla trjá. Sérstakt fólk sem heima inn í svona afdalakrika. Þetta er ekki. Það eru oft svona fjöll þar sem göng eru og það er bara berg, skilur sem er ofan tré og á veturnar leikur svo húsum og vatnið þetta frýsa í berginu. Já, það er flott sko. Þú get ekki lifað nema að sé vatn. Já, já. Það var einmannlegt og svona. Þetta er mjög alveg. Það var bara nokkur hús, 10 hús eða 15 hús. Það er bara öðrum hringum aftur. Það kannski gerir 1,5 tíma búið. 1,5 tíma? Stundum meira. Svo erum við búin að setja stálnið. Það verður nú. Stjórnum að það sé.
finnst okkur þetta, allan að mér finnst þetta alveg magnað. Fólkið sem býr þetta er alveg. Þú segir alltaf hérna sem þetta er hús. Þetta er fólkið í hús. Virkar á ólega draugur þetta. Virkar ekki eins og sjálf. Ég held ég væri að fara einhverja þrönga sveita við. Segja sig eitthvað athyglisvert að sjá. Ég held að það verður skilt. Þetta má taka nýja tré, bara hérna stofnum. Já, það eru út af flesta. Þessi þetta er grótur núna. Þetta er að vera grótur núna. Fáralega bratt. Síðan hérna við hliðina bara GPS. Ef þú sér það hérna. Síðan hérna við hliðina bara GPS. Ef þú sér það hérna.
manière d'éviter des problèmes. Ça peut être notamment pour la pêche, développer l'utilisation de moyens de pêche qui laissent échapper les tortues marines, ce qu'on appelle les Turtle Escape Device. Ça peut être aussi en préservant certaines plages de l'urbanisation pour que les tortues aient encore cet endroit qui leur est nécessaire pour se reproduire. Et puis après, c'est aussi des mesures beaucoup plus générales qui sont de limiter la pollution plastique, notamment dans l'océan. Quel est le rôle du centre de soins des espèces marines à Monaco? Vous accueillez des animaux blessés, des animaux malades, vous les soignez et vous les remettez en mer? Tout à fait. On est partenaire des usagers de la mer, notamment de Monaco, ceux qui vont régulièrement sur l'eau pour plonger, pour faire de l'observation ou des activités sportives, et qui sont informés que s'ils rencontrent une tortue qui leur semble mal en point, blessée ou peu mobile, ils ont les règles pour les aborder, faire un premier, je dirais, diagnostic rapide, et puis si le problème se confirme, nous alerter, on les prend en charge et on peut les traiter dans un espace distinct du musée, hors du circuit de visite, là, et qui est une mini-clinique vétérinaire pour soit les purger leur estomac ou réparer une carapace qui serait abîmée. On a différents moyens d'action. Il y a une vertu pédagogique, incontestablement. Alors, une vertu pédagogique qu'on essaye d'appuyer sur différents volets. Un premier volet qui est l'émerveillement. Ce qui est important, c'est d'avoir un premier contact qui donne envie de s'investir pour l'océan. Ensuite, on permet aussi de comprendre en donnant les clés sur les problèmes qui existent, certaines actions qui peuvent être faites au niveau individuel. Je pense notamment à éviter les pailles en plastique ou éviter de rejeter certains déchets ou de faire attention quand on est en mer au contact des tortues. Et puis aussi, on utilise la dimension artistique aussi, qui est un vecteur là aussi d'émerveillement, de questionnement, qui nous inspire avec des belles fresques sur les tortues marines. Est-ce que monsieur, vous protégez une fois qu'elles sont remises à la mer? Oui, si on considère qu'une tortue est suffisamment bien soignée, forte pour pouvoir sans problème se déplacer, l'équipe en fait de systèmes qui ont évolué depuis ces dernières années. Dans les lâchers, on avait aussi installé de la première 24 heures une petite caméra pour suivre son comportement et voir comment elle se nourrit, si elle a bien repris tous ses réflexes. Donc ça nous donne des informations à la fois sur l'individu pour vérifier qu'il est bien en forme et aussi des renseignements sur l'espèce en général. Voilà, un odyssée des tortues marines à l'Institut océanographique de Monaco. Conseils de coach, de DRH et d'actifs qui ont réussi leur reconversion. Vous pourrez échanger directement avec chacun des intervenants après l'événement. C'est maintenant les nouvelles clés pour réussir avec Sud-Ouest. Mardi 11 juin à 19h à la Cité du Vin à Bordeaux. Informations et réservations sur maisondelaradio.fr. Un événement France Info. Avec Région Job, trouvez le job qui va vous faire rêver le lundi. Plus de 80 000 offres d'emploi partout en France. Sur les sites et l'appli mobile Région Job. Du Palais des Festivals dans un instant. 18h50, l'info en direct à À Toulouse, Amiens, Paris, plusieurs milliers de gilets jaunes dans les rues de France aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur a compté 12 500 manifestants, un chiffre donné à l'instant qui est le plus faible depuis le tout début du mouvement. Les gilets jaunes estiment eux qu'ils étaient plus de 35 000. Les marches des fiertés pour défendre les droits des personnes LGBTQI+, aujourd'hui en France. 4000 personnes à Grenoble, 2500 à Caen cet après-midi. Ces manifestants dénoncent notamment l'augmentation des violences contre les homosexuels et les personnes transgenres. 13 personnes légèrement blessées hier à Lyon.
par l'explosion d'un colis piégé. 2 ont été opérés aujourd'hui à l'hôpital. Le suspect toujours recherché, un ADN a été isolé sur le colis. L'aéroport de Nantes, tout parti évacué en fin d'après-midi à cause d'un bagage abandonné dans les toilettes du pôle 1. Une intervention des démineurs est maintenant réglée, mais il y a des retards à l'embarquement. Les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Guyane, des Antilles, de Polynésie française votent aujourd'hui pour les élections européennes. Scrutin demain en France métropolitaine et dans les autres territoires d'outre-mer. Ils sont champions de France en titre, mais les rugbymen de Castres viennent d'être éliminés. Ils ne joueront pas les phases finales du top 14 cette saison. Une défaite cet après-midi face à Toulon, 25-16. Le Racing 92, La Rochelle et Montpellier pour les dernières places pour les barrages. France Info, en direct du Festival de Cannes, Bernard Thomasson. Bernard qui est en direct avec nous, mais c'est toute seule. Bernard, vous n'êtes pas gentil ce soir, puisque vous avez... Pauvre Catherine, mais oui, mais non, mais c'est parce que c'est bien qu'il y ait du soleil, il fait Alors beau. justement, oui, vous avez beau temps. Au moins. Oui, alors, sérieusement, soleil d'été toute la journée sur la Croisette, ce qui marque une fin d'apothéose pour cette 72e édition qui a été également au beau fixe, on peut dire ça comme ça. Les festivaliers s'accordent à dire que le cru était très bon après une année 2018 un peu en mitade. Sélection de qualité, même exceptionnelle, avait dit dès l'ouverture Alessandro González Iñárritu, le président du jury. Alors évidemment, il y a aussi au-delà du cinéma de qualité, comme toujours Catherine, vous savez, du glamour, des stars, des moments d'émotion. La Palme d'Or à Alain Delon qui a, dit-il, chialé comme jamais, comme ça n'était parlé depuis longtemps. Le trio Lelouch, Trintignant, Anouk Aimée pour les plus belles années d'une vie, c'était hors compétition mais grand moment d'émotion aussi. Puis Elton John pour son biopic Rocketman qui arrive avec un costume paillettes comme il y en a l'habitude. L'hystérie avec le retour de Tarantino pour son film sur Hollywood. Et puis le scandale avec une scène de sexe très crue dans le film d'Abdelatif Kechiche. Alors vous voyez, tous les ingrédients sont là pour que le festival ait été une réussite. Et ce soir, il y a dans la salle Stallone, Deneuve, Viggo Mortensen, Michael Moore. Il ne manque plus que vous, madame. Alors, on va suivre ce palmarès en direct avec vous et Thierry Fiori, bien sûr. Est-ce qu'il y a déjà des indiscrets, des infos qui fuitent, des grands Oui, favoris? Thierry Fiori qui a vu le festival depuis le début avec Yann Bertrand depuis 12 jours et vous l'a fait vivre sur France Info. Quelques indiscrétions, alors on cite beaucoup le Sud-Coréen Bong Joon-ho, favori pour la palme, mais bon, rien n'est fait. Ou alors Antonio Banderas pour l'interprétation dans le film d'Almodovar qui est en course lui aussi pour la palme peut-être, très beau film. Côté français, on parle de Ladji qui est là dans la salle ce soir. Il y a Céline Sciamma, alors peut-être pour l'interprétation féminine à l'une de ses interprètes, une nouvelle qui a été externe dans ce film. Vous voyez, il y a beaucoup d'anecdotes, c'est vraiment de vue. Getur það eitthvað skotið? Ásöðu til þess að passa grjót sjónum fjalli eða snjó. Svo að passa upp á þetta þegar þau koma heim. Sé alltaf gengið frá. Samla því. Það sé ekki verið að taka úr þessu og skilja þetta eftir yngra þangað. Bara að setja það reglur þegar þau koma heim, bara sá sem fyrir í þetta, það verður að skilja eftir þessu. Er það ekki alveg góð punktur? Getum ekki að endalaust að tína naglaklipp. Það er svo trist.
æðislega flott. Hérna er nú allt í lagi, alveg hérna á vatnið. Það reyndar örugglega ekki þetta víða hérna eins og bara svona sportbátur líka svo. Það fer ekkert að vera sjómaður eins og. Býtur hún eitthvað? Er þetta eitthvað mjög gott eða? Vá. Það er að taka myndir af þessu. Þetta er bara að glugga. Bara að ná veginu sko. Að ná veginu sko.
þarna sko. Veginn og svo að gera. Það er oft þannig með fólk sem á peninga og býr vill svolítið leika sér á vatni og sækir svolítið í vatn. Sástu gömlufélagana? Sástu það? Stóð þarna alveg upp við, bara alveg upp við kantinn, sko, alveg við vegginn. Bílastæði hér.
renna fyrir endanum sko, samt. Það er tréð að rífa sig svo stund eftir. Þetta helvítið þarna á hjóla. Það er góðlega að geta keyrt yfir eitthvað súper dúper fjall þarna bara. Það er ekki gott. Það er súper dúper. Hérna er eitthvað, restaurant. Pizzaskinn. Það er nefnilega vegur sem liggur hinn með vatni alla leiðina og hann er svona upp og niður út og sér. Það er reyndar ekki tíma til að gera.
sápan, eða báturinn. Andskotin. Ég ætlaði ekki að fara í göng. Ég ætlaði að fara upp á helvítis fjallið. Ég ætlaði að fara upp á
fjallið hérna. Ég ætla ekki að fara þess. Ég ætla að reyna að fara yfir fjallið. Það vegurinn lá sko yfir fjallið. Komstu þangað? Ég er að mér að kenna. Ég vildi að fara upp bíldur. Hérna veit ég staðar. Bíltrafikkina. Hérna? Nei, þetta var skemmtilegt. Íslandeldurs. Varstu það? Sástu eldur? Ég sá það ekkert. Við ætlum að reyna að fara í smá ævintýraferð. Listu það? Við ætlum að keyra við fjall. Mér langar að keyra við fjall. Mér langar að sjá útsýni. Við ljótum að finna þetta við. Nei, við finna það ekki núna. Eða á morgun. Þetta er vegurinn. Hann er númer 9. Þessi vegur, 914, hann liggur með frá vatninu alla leiðina. Þetta er nú hefst, nú byrjar gaman, já, sko, við erum bara að klífa frá fjallið. Nokkuð viss að það er ekki margir bílar á þessari leið. Þetta hefur verið gamli vegurinn áður en að göngin kom. Cirka bát hér, hérna. Það eru göngunum okkur hér.
hélt þetta var einhver maður klifur, ég hélt þetta væri sko eðlilegt. What? Það er hús hérna. Miðnafnóður, bara hús. Í 560 metra hæðin sjáum. Það var snakkið eða ekki. Hérna kert upp til hans. Hans eða hennar. Ekkert fyrir einhvern stóran fólksbíl að fara hann sko. Þegar nú erum við að nálgast það sem við förum að beygja. Þess að hér lítið þorp. Það er virkilega að trúa að strætó sé að gera hérna.
eitthvað dýr. Eitthvað brúnt. Þessi vegur svo svolítið dimmur á nóttinu. Ég sé ekki eina einustu vegstjöku. Ekkert glitmerki á veggjónum en neitt. Þarna vorum við áðan, sérðu. Nú erum við raun að koma á sama stað og við vorum áðan. Vá, flott þetta. Sama stað við vorum áðan. Þetta ógeðslega fallegt að sjá. Þetta var helvíti skemmtilega. Það ekki? Það var alveg bíó spenningi, sko. Ég var að reyna að finna steikhús. Ég var að tjekka það, hvort finnur steikhús á GPS-inu. Viltu það? Ég sé ekki eitthvað pöntustæði. Já, veit ekki hvað þessu frakkar eru náttúrulega með pöntustæði. Fallegir veitingastæðir með örugglega einhverju steik.
líka. Hérna er restaurant í Mósa. Pizza. Barbeinstak. Ég segi þetta alltaf, við staðurinn er lokað. Svo telmaði með mér og segi alltaf, þetta er gjaldþrot. Þetta hún skilur hvað, ég er búinn að útskýra fyrir henni hvað er gjaldþrot. Þá veit hún líka ef hlut og staðurinn er gjaldþrota. Þá er ekki hægt að spá í því meira að hægt sé að fara á hann þegar hann er gjaldþrota. Þannig er restaurant líka. Þetta er ekki þennan eða alveg bætilegst. Svo er þetta super duper góður. Kannski með super duper góða mat. Þetta er bara reglulega steik, það er steik. En það er svo mikið matur í okkur. Það ekki. Ef við erum með steiku, við erum með þessar fínu samlokur. Eðalsteikur. Skulum sjá hvað það finnum ekki.
fucking spooky maður. Jesus Christ. Ég veit nú ekki hvernig þeir myndu gera þetta heima. Þeir myndu alveg ekki sprengja þessu svona gegnum svona rosalegt staf svona. Ok, nú tvistrast við það. Wow. Þetta er eiginlega meira spooky að fara þessa leið heldur en að var að fara hina leið. Þarna við hérna á fylgjáðinni. Það er skiltið hérna sem ég veit ekki staðar. Hér er restaurant. Leiðilegt að varfa á, nei þetta var fallegur staður. Hvert fyrir það staður? Hvað áfinnum við það? Ja. Kannski finnum við steikar. Þetta brandari sko. Það er góð brandari, veist þetta geggjaði brandari. Nú erum við komin aftur á hann. Þá er gaman þessu. Þá er komin til. Svo. Þá er það nákvæmst. Svo, við þurfum. Hérna er áinn. Stoppið fucking tré. Það er ekkert að stoppa út af þessum helvítis stein og veggjum.
rafstuður ljós. Ég ást það svo skemmtilegt samfélag í svona litlu bæ. Þetta er allt of lítið.
ennþá ekki ennþá að kveikja á GPS. Þetta er nú flottur stað. Svo með þetta drast sem við erum búin að gera í gegnum undanfarið. Er þetta ekki danski fann? Danski fann. Nei, halló. Hvað er þessu? Þetta er flott. Hvað er þessu? Taktu hérna út hérna annað að sóla. Þetta er náttúrulegt eða hvort það er gert það sjálf bara þess að fá hljóðum. Hvað séu skiltið? Skiltið bara skófinni. Það er að keyra á kveika GPS. Skiltið bara hægt að sýna mér. Það er hægt að sýna mér. Eftir þegar við fórum vitlausum leið. Já, við náum að sjá hvernig ríka fólki er. Vá. Þetta er smá. Sérðu það eitthvað dýr að hlaupa þarna þér? Hérna? Hérna í röðurinn og hérna þessu. Bara hlaupið með þetta. Brúnt. Var að hlaupið. Var þetta kís? Var þetta köttur. Ég var að vonast eftir einhverju action, sko. Bara mannættu dýri. Hérna var ríka fólki. Þetta er vegurinn með eitthvað ríkt fólk, þegar við erum svona flott hús og stóra lóð og allt sem þetta mun gerast. Já, tel mér alveg óvið því að við fáum hænur. Ég veit ekki hvað hún fekk þá.
steik. Kannski steikin. Þetta er einhver bær, borgið. Allavega kirkja. Jesú kirkja. Stytta og alveg saman, sko. Hótel de Ville. Ég held að þessi ljós séu hraðaðir. Ég tók eftir að það var skynjar upp á ljósunum og hann greinilega skynjar hraðan einhvers staðar. Þetta er þetta sé svona, já, svona hraðaðir. Það er ekki góð kenning. Sjoppinni. Þetta lítur út fyrir að vera svo, þvottavélar. Ja, það er einhverjum pizza Gretin úti.
Já, það var allan að skynja það. Nei, svo ég sá það ljósefni. Svo var þetta Póllandi, það er eini staðurinn í Evrópu þar sem ég hef sem lögg út í vegakanti verið að mæla. Fyrir utan Íslands. Aftur á móti þegar ég sótti rútu til Portugal, þá fékk ég einu svona blikk á mig. Ég var að keyra niður svona fjallveg og ég sá skilti sko, maður væri myndavél. Nema hvað að myndavélinn snýri sko aftan á, svo tók ekki fram á þetta aftan. Og þegar það var eitthvað 60 km/h eða eitthvað. Ég var eitthvað aðeins yfir það, ekkert samt ekki alveg brjálæðislega mikið sko. En ég sá sko spurning hvort þau getur ítt á takkan. Hvort þau getur ítt á takkan. Fengi miða sko. Já, svo erum við fáið. Geymdu þá þennan með það. Það passaði ruglunum ekki sama við hinn. Hinn? Nei, það er bílastæðið með það. Já, því það var annar miði líka sko. Fyrir þessu. Þessi, já. Svona mást, já. Já, við borguðum það. Hvað er það ekki rætt? Þú mátt velja. Ég er að leyfa þér að velja. Hvað? 100. Ok, ég er næstu 100. Ég er á 104. 90. Ég er enginn á 90. Það er rúgt. Svo er ég mátt velja. Já, ekki undir 100. Hvað? 90. Ég er ekki á 90. Það taka truflunni fram. Er það 180? 90. Æ, koma, ekki 90. Svo er ég mátt velja 90. Ég er að lækka krúsin niður. Ég er að lækka hann niður. Jú, dröggur, ég sér það sér það. 103. Það er ekkert gamla 90 rafbraut. 99. Þetta er ömurlegt. Ég má keyra 130. 90. Sjá, fara niður.